Hvað þetta depressing summer? Summer? Hvað það? Já. Depressing summer. Já, sumarinn á höfuðborgarsvæðinu. Líður þess að sé bara komin ágúst. Já, sem að færi eitthvað smá svona maður fær svona D-vitamin boost eitthvað þegar maður fær svona einn daginn á milli og er bara super happy. Og hvernig getur það bara gæst í einn dag bongo? Ég skil ekki alveg sko. Og svo bara depress again. Já, þetta er smá svona, það er einhvern veginn bara eins og það sé nóvember. Já, en samt svo yfirleitt sko lok ágúst og september betri en júlí. Já, það er ekki heitt, það er bara bjart. Já, það er bara bjartara og ekki svona döll yfir þetta. Já. Sko, mér finnst nóvember skemmtilegur, það er ekki það. En þá veit ég hvernig veðrið á að vera. Já, þú veist, að því maður er búin að búast við, maður er búin að survive heilan vinter for what? For this? Númeitt. Not okay, sko. Not okay, en það er, þú veist, við erum búin að vera reynda mjög duglegar að ferðast. Já. Þannig að það er mjög næs. Já, ég er bara svona að tala íslensku sem maður fyrir það sem maður ekki ferðast. Já, bara guð blessi ykkur og vonandi eru þið bara að taka D-vitamín eitthvað. Bara vítamín, skilur. Mjög mikilvægt vítamín. Hvað er það? Það er bara alveg þunglindurinn á þessu landi, sko. Já, en það er alltaf gott að fá sólina inn á milli og nú fara til Króatíu. Alltaf sólina og svona. Já, þetta er bara geggjað sumar samt, sko, að við pælið í fyrir, þú veist, ferðalega sér. Já, okkur, já. Já, klálega. Maður haldi góðskapi og reyna að muna the good memories. Já, vonandi er bara ágúst betri. Já, ég vona það. Ég vona þetta að fara þess að bara svona blessast og lífgast við. Já, klálega. En þetta er samt enga veginn, þetta er samt 100%, þetta er ógeðslega svona mikið vetrasumar. Já, þetta snjóaði í júní, sko. Já. Erum við að gleyma því, eða? Við gleymdu því, sko. Það er bara, það byrjaði illa. Já. Þannig að ég bara vona innilega að allir eru búin að ferðast og eða eru að fara að ferðast. Já, eða ykkur að ferð inni. Skjótið ykkur út bara, let's go, ekki vera hangsa hérna að bíða eftir ykkur sem kemur ekki, eða farið á Egilsstaði eða Akureyri eða eitthvað. Það er góða veðri. Já, ángríns, já. Það er alltaf svona. Og það eru ógeðslega margir sem ég þekki sem eru núna bara skjótast. Já. Bara þangað. Bara fyrir það moment að geta að sitja út í sólinni, sko. Bara fá þetta í æð. Fari sund og, já. Fengið sér svalandi drykk í sólinni. Já. Og þurfi ekki að vera í úlpu. Já. Ég fór niður í bæinn daginn, það var gott veðurinn í bænum. Fór niður í bæ, allar fyrir með lönns úti. Já, alveg rétt. Ég var bara í Caprice og t-shirt, ég var að krokna. Það var svona gott veður. Ég veit það. En bara í Reykjavík, það er þetta þannig að það er kannski sól, en það er kalt. Já, það er svo sko. Það er svona vindur og ef það kemur smá skuggi, þá er bara -15. Ég man eftir þessu degi að ég var veik þann dag. Já. Bara heim og ég var með svo mikið FOMO og ég var bara ég er að missa og svo sagði þú bara að það var actually bara kalt, ég bara ok, thank God. Já, ég fór líka á pallinu, vanlega steik á pallinu, sko, þegar það er sól. Ég var bara að gróna það líka. Já. Þetta er búið að vera svona kaldir sóladagar í Reykjavík, en þegar eins og við vorum út á landi, þá var alveg heitt loft. Já. Heitt vindur. Við varum bara, þetta fæst ekki á höfuðborgarsvæðinu. Nei, fyndin mislingur þegar ég sagði við það er volt. Hún ekki, það er það. Já. Það er bara ógeðslega, ég bara, nei, það er þetta panta volt í þetta. Og það var bara eitt staður og svo var það ekki hægt en þetta var bara svo það er volt. Ég var líka að vera að pæli að það væri volkur vindurinn. Já, það var ógeðslega fyndið. En það er samt að finna við Ísland, það er bara, það skiptir ekki máli, við erum bara búin að hanna okkur þannig sem þjóð að bara hvaða veður sem er ísveður. Þannig að þú veist, ef þið komum að eitthvað til þess að byrtu upp daginn ykkar, það var það best ís. Þess að maður borðar ís í sólinni og maður borðar ís upp í rúmi. Já. Þegar það vandur svona. Vildum bara minna ykkur á það. Þess að óvist er best ís. Alltaf við fyrir best ís. Já. Og ef þú ert að hlusta núna, bara eitthvað svona, ég er svona ímynda mér hvar þú gæti verið að hlusta. Þú mögulega kannski bara heima og taka til hlusta. Þá bara, ok, klára að taka til, sest sér niður, fáðu bestís og klára að hlusta. Ef þú ert að rúnda, stoppaðu bara í einhverju bónusbúð, einhverju búð, þetta ætti að vera komið allstar. Griftu bestís í bílinn, hlustaðu bara á meðan þú borðar. Legðu honum einhvers staðar, kósí. Þó það sé fallegt sólsetur eða rigningadrópanir. Já, það passa náttúrulega við bæði. Já. Eða þessi sól úti, sett þetta þá bara í heyrnartólinn, sest út með ísinn og hlusta í sólinni og borðaði, þú veist, þetta er bara en við ætlum að taka samt. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum getur þú farið inn á teboði.is og orðið áskriftar besti.